Velkomin á poddið með Frikka. Ég er ekki með að gera poddið í 3 ár núna sem er ótrúlegt. Við erum með það með poddið á veggspjaldið á veggnum nema að núna bý í Mosesbæ, ekki Keflavík. En ég er komin aftur, við erum að fara að gera vikulega þætti, kannski meira. Það verður ekki alltaf gestur en þetta verður skemmtilegt. Og kannski hafið þið séð nýlega mig og konu mína í fréttunum á Sýn og líka Vísir og nokkrum öðrum stöðum. Ég ætla að spila fyrir ykkur viðtalið sem við vorum í gær. Nýbakaðir foreldrar tvíburasystra hafa kært ákvörðun Vinnumálastofnunar sem synjaði móðurinni fæðingarorlof. Móðurin uppfyllt ekki lengur kröfur greiðslur úr fæðingarorlofssjóði eftir að þurfti að gangast undir bráðakeisara 6 vikum fyrir settan dag. Agnar Már. Ronja Rán Palladóttir og Friðrik Rúnar Friðriksson eignuðust tvíburadætur eftir bráðakeisaraskurð þann 27. júní, 6 vikum fyrir settan dag sem var 7. ágúst næstkomandi. Þau segja að Ronja hafi farið í bráðakeisara að læknisráði þar sem hún og annar tvíburinn sem glímdi við vaxtaskerðingu í móðurkviði hafi bæði verið í lífshættu. Aðgerðin gekk vel og bæði móðurinni og tvíburunum heilsast vel í dag. En vegna vaxtaskerðingarinnar er annar tvíburinn nokkuð smærri en systir sín. Nokkrum dögum eftir fæðinguna, meðan Friðrik og Ronja voru enn við stelpunum á vökudeild Landspítalans, fengu þau slæmar fréttir. Svo bara tjekkar hún á Ísland.is, fær þessar fréttir og við fyrir að gráta og allt umrætt. Vinnumálastofnun hafði synjað Ronju fæðingarorlof á þeim grundvelli að Ronja hefði ekki unnið í hið minnsta 25% starfshlutvalli í 6 mánuði samfleytt fram að fæðingunni, sem er skilyrði fyrir fæðingarorlofi. Heldur hafi Ronja verið í 20% starfi á frístundarheimili í Borgarnesi í lok desember og svo 100% starfi á leikskóla í 5 mánuði fram að keisaraskurðinum. Það dugði greinilega ekki til, en foreldrarnir benda á að ef börnin hefðu fæðist á settum degi hefði Ronja uppfyllt skilyrðin og þar með átt rétt á greiðslu úr fæðingarorlofssjóði. Og jafnvel, ef bráðakeisaraskurðinum hefði verið frestað nokkra daga fram í júlí, hefðu þau náð að uppfylla skilyrðin. Þeim finnst því ákvörðun Vinnumálastofnunar skjóta skökku við, enda hafðu þau ekki haft neinna annara kosta völ en að fara í keisaraskurð. Það bara hringjum við og það bara, sagt okkur að það er ekkert sem við gert. Og við vorum fyrst svolítið bara búin að gefast upp en við ákveðum allan að reyna allt, þannig við sóttum fæðingarstyrki og skoðum öll réttindin okkur svona og svoleiðis. Friðrik á enn rétt á 2 mánaða fæðingarorlofi en eftir situr Ronja nú atvinnulaus. Fréttastofa leitaði til Vinnumálastofnunar vegna málsins en þar fengust þau svör að stofnunin tjáði sig ekki einstök mál. Friðrik og Ronja hafa nú kært synjunina til úrskurðarnefndar velferðarmála og vonast til þess að nefndin felli ákvörðun Vinnumálastofnunar úr gildi. En ég líka vona bara svo innilega að kerfi breyti þessu. Að fleiri konur sem hafa lent í þessu og bara munu lenda í þessu sennilega í framtíðinni að þær fái orlofið sitt. Þetta var kona mín fannst þetta rosalega vandralegt, mér fannst þetta bara fínt, það var bara skemmtilegt. Ég hef aldrei fengið fréttastofu til að koma heim til okkur og taka viðtal við okkur, þetta var bara einstök upplifun. En já, sem sagt, ég er orðinn tvíburapabbi, ég og Ronja kona mín. Þetta var besti dagur lífs míns, ég get lofa ykkur það þegar þið eignast börn. Þetta er svo ótrúlega tilfinningaríkt moment þegar bara konan er að öskra endalaust og svo kemur út 2 börn, allan í mínu tilfelli og ég var bara að gráta endalaust Ég var búin að bíða eftir þessu momenti til að geta bara losið við þetta Þetta var æðislegt En síðan nokkrum dögum seinna eftir að Ronja fer í bráðakeisara ástæðan þess var að tvíburi B var með vaxtarskerðingu þannig að hún fæddist 1,7 kíló og tvíburi A, stóra systirin, fæddist 2,3 ef ég man rétt eða 2,4 og þannig alveg mikill munur og á allri meðgöngunni var bara stress og bara mikið að læknum að vera að segja okkur að mögulega er tvíburi B það slæmur að þau þurfa að fara í aðgerð í Svíþjóð og kannski mun hún ekki lifa þetta af en hún þetta var alveg erfið meðgöngu og ég ætla ekki að tala allt það sem konu mín gekk í gegnum gallstasi og meðgöngueitrun og meðgöngusykursýki og bara allur pakkinn sem Ronja fekk það var svakalegt en hún fer í keisara stendur sig ótrúlega vel þeir fæðast 12:30 og 12:34 27. júní ég var afmæli 24. júní þannig að það er alveg helvíti skemmtilegt við erum öll krabbar
og þetta var bara ótrúlegt. Við þurftum svo að vera í 12 daga á vökudeild sem var svona góð upplifun af því að það kenndi okkur ótrúlega mikið, en þetta var líka bara ótrúlega erfitt að þurfa að hafa börnin í einhverjum vélum og endalaust af læknum og hjúkum að koma og tjekka á þeim og vigta þau, og við þurftum að gefa þeim mat í sondu sem er svona rör sem fer gegnum nefið ofan í maga. Það var ótrúlega erfitt, og þú veist, konu mín var að fara í keisara, þannig að hún bara getur ekki staðið í smá tíma, þurfti að vera í hjólastól, og ég er náttúrulega bara að hjálpa henni eins og ég get, en hún stóð sér svo ótrúlega vel. Það er bara, ég get ekki lýst í hvað ég er stoltur af Ronju. Bara, það eru ekki margir sem held ég gátu gert það sem hún gerði. En síðan 7. júní, eins og var talað um hérna í viðtalinu, þá fær hún höfnun fæðingarorlof. Hún var búin að fá samþykkt, sko. Þannig að ef börnin hefði fæðst 4 dögum seinna í júlí, þá hefði allt verið í lagi. Þá hefði hún fengið fæðingarorlof sitt, af því að þá hefði hún verið í 6 mánuði í 100% starfi. Hún augljóslega var ekki að vinna alveg upp til 27. júní. Hún var bara sett í svona, ég held að það heitir meðgönguorlof eða eitthvað svoleiðis, veikindaleyfi eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara eitthvað sem ljósmóðirin bara sett hann í, hún bara mátti ekki vinna lengur, og þannig að það er bara þannig. Það er oftast þannig þegar mæður er á meðgöngu, þeir get ekki unnið alveg til settan dag, sko, það er alveg geðbilun. En þannig að ef þau hefðu fæðst í júlí, það hefði bara allt verið góð, við varum með fæðingarorlof, við varum ekkert í fréttunum og það var enginn að pæla í þessu. En af því að það gerist þarna í júní, þá telst desember með, sem hún var að útskrifast úr Borgholtsskóla, Borgó, og hún útskrifast í desember og var bara að vinna 20%. Svo leið og hún var búin að útskrifast, þá bara 100%, var bara að vinna á fullu, bara rosalega flott og ólétt líka, sko, á sama tíma. Þá bara, þannig að við fáum þessa höfnun sem var bara örugglega erfiðasta moment hjá okkur. Bara, þú veist, hún var bara alveg með sín, bara gefast upp, þetta er bara búið, þú veist, hvað ef ekki bara, þetta er bara svona eins og þetta var death sentence við okkur og börnina, því að náttúrulega ef ég held áfram í fæðingarorlofi og hún fær enga peninga, þá græðum það bara ekki nóg til að lifa á Íslandi. Það er bara þannig, það er dýrt að lifa á Íslandi. Þannig að ef ekkert gerist með þetta fæðingarorlof og hún fær ekki neitt, þá fer ég bara að vinna eftir nokkra vikur. Það verður bara þannig, skilur. Það er ekkert heimsendir. Ég meina, foreldrar okkar gerðu þetta og þú veist, það er fullt af fólki sem hafa þurft að gera verra, erfiðari hluti. En við vonum að gerist eitthvað með þetta fæðingarorlof. Við bara trúum ekki neinu öðru nema að það gerist eitthvað í þessu. Hún fær fæðingarorlof sitt þó að verður minna eða minni greiðslur, hvað sem það gerist, þá mun það gerast. Við bara trúum því. Ég er eitthvað sem svona manneskja sem ég bara þarf að vera jákvæður, bara sama hvað allt lítur illa út og svona, þá bara verð ég að vera jákvæður, því að ég get bara ekki lifað þannig að bara gefast upp á þessu. Þannig að við trúum bara að þetta mun virka. En þannig að við fáum þessar fréttir 7. júní og 7. júlí segi, og síðan þá við erum ennþá á vökudeild, við þurfum ennþá að vera á spítalunum og díla allt með þetta shit. Og ég get sagt ykkur allan að mér fannst okkur báðum svona verst fyrstu dagana þegar börnin eru nýfædd, þá þurftu þau að vera uppi á vökudeild á 3. hæð á Landspítalanum og við vorum á sængudeildinni, hæð nr. 2, og við gátum ekki að hafa börnin inn í herbergjunum okkur strax, það var bara ekki leyfi fyrir því. Þannig að við þurftum að, þú veist, bara að sofa í ykkur herbyggi, endalaust að stressa börnin hennar uppi, þó að allir sem vinna á Landspítalanum er frábært fólk og allir sem voru á vökudeild sérstaklega, allar þessar konur eru bara æðislegar og við treystum alveg, þeir gerðu rosalega, eiginlega allir, það var alveg nokkra ljósmæður sem voru ekkert sérstaklega skemmtilegar og rosalega kaldar og svona, fílum ekki þær, en svona 90% af starfsfólkinu var bara æðislegt. Og það var erfiðast svona að þurfa að vera með börnunum og á vökudeild, umkringd vélum og öðrum börnum og öðrum mæðrum, og þú veist, svona auka stress, og svo þurfti alltaf að fara niður og sofa. Það var geðið óþægilegt. Það var bara í nokkra daga. Svo fengum við að fara á svona foreldraherbyggi, ég held að þetta heitir það, á vökudeild. Það er þannig að af því að hún eignaðist tvíbura, kona mín, þá eiginlega er það betra. Þá fær það aðeins meiri fríðindi. Ég fekk að gista hana alla nætur með henni, ekkert vesen, þurfti ekki að borga neitt. Ég held að það virka þannig að ef þú átt bara eitt barn, þá mega makar gista, en það kostar alveg eitthvað smá, kannski 4.000-5.000 kall á dag, eitthvað, ekkert voða mikið.
en ég fekk bara frýtt, fekk mér sér mat líka frá Landspítalanum, það er oftast þannig að bara mæðurnar fá mat, ég fekk alveg stundum mat, þú veist, bara gegja, en við vorum líka rosalega mikið bara, ég var að skjótast út í, fá take-out fyrir okkur eða það er líka eitt geggja við vökudeild að Dominos er með basically megavöku tilboð alltaf á vökudeild. Þannig að ef þú ert innlögð inn á vökudeild þá hringir bara Dominos, segir þú ert á vökudeild og segir hvað herbyggast í og þeir bara senda pítsuna til þín á kostnaðarlausu og líka með megavöku tilboð, mjög ódýrt sem var bara helviti næs. Ég er alltaf vann að Dominos alveg í 5 ár back in the day og þú veist, ég vissi ekki af þessu. Ég vann í Keflavík, vann líka Mjóddin í bænum, ég vissi ekki af þessu sko. En já, við erum hann í 12 daga og svo fórum við að fara heim, það var bara besti dagur ever sko, við förum heim og það eru ennþá í sondu eftirliti sem þýðir það að þau eru með sonduna ennþá í sér og til að lýsa þess sondur, mér fannst það rosalega erfitt sko, þá eru það með svona línu gegn nefið og í maga og þú tekur sprautur, bara svona 20 ml sprautur og setur á einhvert formúlumjólk eða brjóstamjólk ef Ronny er búin að pumpa, skilur. Þannig að við gerum það alveg alltaf og þú setur svona kannski 1 ml á mínútu eða 1 ml á 2 mínútur fresti, bara svona pinklítið í einu og málið sko, þetta er alveg erfitt, þú veist. Stundum á Landspítalanum eru reglurnar þannig að það er alltaf að gjafa tíma 3 tíma fresti, þú veist, börnin þau eru nýfædd, þau eru að borða 3 tíma fresti, bara alltaf og svo þau verða aðeins eldri þau svona breytist það, þau bara vakna kannski 3 til 4 tíma fresti og bara öskra og þau vilja mat, þá bara gefur þeim mat. En á Landspítalanum þurftum við bara að vekja á 3 tíma fresti, bara skiptir ekki máli og þau verða að fá þetta allt í sprautu sem er alltaf verra af því að þau ælis upp miklu léttari, það er miklu algengari þau bara ælis upp, þau bara eru ekki til í það þannig að þetta var rosalega vinna og það var rosalega mikið æla og þú veist alltaf að vera að halda á þeim, gefa með sprautuna til að bara passa þau æli ekki, af því að ef þau voru bara liggjandi þá myndi alltaf æla og svo það virkar þannig, þegar þú ert með fyrirbura, þá færðu náttúrulega mjólkinn frá mömmunni en þetta eru tvíburar, það er alveg rosalega mikið af mjólk, þannig að Ronja náði ekki alveg að pumpa alveg nóg eða gefa þeim gegn brjóst alveg nóg, þannig að fyrstu dagana þegar fyrirburar eru á vökudeild þá fá þeir bankamjólk sem er bara brjóstamjólk frá öðrum konum á Íslandi sem er annarkvæmt búin að gefa Landspítalanum mjólkina. Ég held að það sé bara þannig, ég held að Landspítalan sé ekki að kaupa mjólk neinstar, þetta er bara frábæra mæður á Íslandi sem eru að gefa mjólkina sína, svona aukalega mjólk sem þeir eiga til Landspítalan og þetta bjargar börnum, alveg fullt af börnum. En þú ferð bara að nota það í nokkra daga sem er voða skrítið, sko. Það er bara held ég, mann hvort það var 3 eða 4 dagar. Og eftir það, þá er bara brjóstamjólkin hennar Ronju og formúla. Og á Landspítalanum þá er æðislega fyrirtæki Nestlé, eina nanmjólkin, eða sem sagt eina formúlamjólkin sem þú getur fengið er frá Nestlé og þetta er Nan Pro 1 og börnin mín voru bara alltaf að æla þessu upp. Þetta var ótrúlega leiðilegt að sjá að bara í eiginlega hvert skeitt sem við gáðum þeim þá ældu þau, því að þetta er greinilega þekkt sem svolítið svona þung mjólk í börn. Þannig að það sem við gerum, ég fór bara í Krónuna og keypti eitthvað Nestlé Nan Celiac mjólk, eitthvað svoleiðis, það byrjar á S, það er svona græn ferna og það er svona fyrir börn sem eru að æla mikið og er smá svona þurfa sensitive mjólk og það virkaði vel. En leið hún komin heim þá keyptum við eitthvað sem er frá HIP sem á að vera meira náttúrulegt, betri formúla, af því ég líka bara hata Nestlé, mér langar ekkert að styðja Nestlé og það er ekki skemmtilegt að vera að halda þessar pakningu og lesa 300 efni sem eru að fara í börnin okkar, það er ekkert cool. Þannig að við erum með HIP sensitive Combiotic 1 formúlamjólk, það er svona besta sem ég hef fundið og þau ælaði aldrei upp lengur, það er bara allt í góðu. En please, ef þú þekkir betri formúlamjólk eða með einhver ráð fyrir mig eða Ronju konu mína, kommentaði niðri, bara sendið við skilaboð á TikTok, friki.r eða Instagram, Friðrik Rúnar. Endilega, við þykjum allt svoleiðis, það er bara rosalega vel þegi. Þannig að þetta var svona versta, sko, sondur eru ekkert skemmtilegar og við komum heim held ég 8. júlí, ef maður rétt, bara 2 dögum eftir að við fáum þessar fréttir og eða kannski var 7. ég maður ekki alveg, en svo fyndið, bara
9. eða 10. júlí þá tvíbur A rífur sondunum úr sér bara við vöknum og Ronja bara Frikki, what the fuck þá bara bara að rífa sondun út og bara að skæla sem var frábært af því að það þýddi að við fórum núna aftur úr Landspítalann og þau leiðu okkur bara að bara sleppa sondunum, bara þetta er búið, þið þurfum ekki að hafa sondun lengur, þeir tóka úr tvíbura B líka og bara allt í góði þannig að eftir það eru bara múin að vera að drekka brjósti og pela og ég myndi segja svona 50-50 þú veist, þetta er gríðarlega mikið mjólk sem þú varst að gefa tvíburum fullt af mjólk sko. Þeir drekka stundum 90 millilítra á 3 tíma fresti þannig að það er fullt af mjólk sko, lítrum á dag sko. Það var þarna svona upplifun okkar við fórum á vökudeild við komum börnin heim, núna er að 21. júlí þeir eru 3 vikna aðeins meira það og þeir eru alveg að vera mánaðar gamlar sem er bara frábært, þeir eru ennþá pingu litlar en þeir eru rosalega hraustar og kannski tala aðeins í fréttinu þá var sagt þess að Ronja fór í bráðakeisara vegna þess að börnin voru í lífshættu, það er alveg satt tvíburi B, minni tvíburinn var í lífshættu og þeir heldu að hann myndi kannski, ef hann myndi bíða í nokkra vikur þá myndi hann mögulega bara ekki lifa af eða hún þannig að svo eftir á þeir fæðast þá er tvíburi B hún er greiðlega læknarnir útskipt og svona hún er búin að vera undir svo mikið stress í leginu að þegar hún fæddist þá var hún bara til í þetta hún var sterk og hún þurfti ekki að vera í öndrunarvél hún þurfti að fara í svona bláljósa meðferð sem er basically annarkvort er bandið sett í kassa með svona UV bláum ljósum sem er að gera eitthvað með hvað heitir þetta red cells í blóðinu hemoglobin, eitthvað svoleiðis til að hún er ekki með gulun lengur því að bæði börnin fæddust með guluna sem er rosalega algengt með nýbura eða fyrirbura segja að þeir fá guluna þetta er ekki voða hættulegt þetta bara þýðir að þeir verða ekki eins kraftugar þeir verða svolítið svona slakar og gæta enda með því að þeir deyja ef það er ekki gert neitt en þeir fara í þessa bláljós með að færa báðar og B þurfti að vera alveg lengur því hún var minni og hún var rosalega gul það var basically bara eins og þau fættust það var eins og að vera tönuð gætskiti en A hins vegar sem er stóra stelpan hún var ótrúlega sterk alla meðgönguna og var alltaf í þessu á þessari kurvu sem hún skoðar með börnin þegar þau eru í leginu ennþá þá er alltaf sett á svona hvort þau séu að ná hvort ég séu svona 99th percentile svona rosalega hraust eða undir því og tvíburi B var langt undir hún var alltaf bara að ekki ganga vel voru þau að segja basically and turns out they were wrong en tvíburi A var bara super sterk var að fá allt blóðið og var rosalega hraust nema þegar hún fæddist kannski að því hún var að fá svo mikið orku í maganum þá bara þurfti hún að fara í öndunarvél bara strax, hún var bara ekki góð sko. Hún kom úr Ronju og það var rosalega skefi sko. En hún þurfti þetta er kölluð endurlífgun bara því að þetta er öndunarvél en hún technically dó ekkert hún var ekkert, þurfti ekki að vera pumpt og byrjuð aftur en þetta kallast endurlífgun ef barnið fyrir CPAP þegar fæðist það er bara þannig, það er bara svona skráð þannig þannig hún fór í endurlífgun og var þannig í held ég 2-3 daga hún lítur bara út eins og Bane skilur með grímuna úr Dark Knight Rises og það var ótrúlega erfitt að vera með það sko, henni leið ekki vel hún var í svona kassa með endurlífgun og það heyrðist endalaust gráti í henni hún var alltaf bara svona bara hvers skil sem andaði var hún svona smá gráta þannig að það var ógeðslega erfitt en hún kom úr því og eftir það bara ekkert mál hún var í sondun í smá tíma og svo bara núna eru báðar bara rosalega hraustar, rosalega góðar þannig að ég vil bara þakka fyrir öll þessi skilabóð sem ég og Ronny erum búin að fá á TikTok og Instagram eftir þessi frétt kom út ég meina, ég postaði þarna TikTok og Instagram daginn sem við kærðum og það er komin yfir 200.000 áhorf sem er bara frábært, bara rosalega gott að allir þessi að deila svo og svona og margir svona influencer eru búin að búið til myndbönd að tala þetta shout out á Braveboy, Binfest Ástís, konarnarna og fullt af fólki, bara rosalega fallegt að sjá svo fyrir þetta vísir þetta var þannig bara, ég sat hérna í tölunni og við vorum búin að sækja fæðingarstyrki allt þetta drasl sem er bara klink með hvað maður á að fá í fæðingarorlofi en
og ég ákveðum að því að mamma sagði mér bara okkur kærið þetta ekki bara gerum það. Þá fer maður á þetta heitir úrskurðarnefnd velferðarmála. Það sem ég notaði til að kæra þetta og þetta var búið simpul, við bara sendum mér all gögn, alla fæðingar, hvað kallast þetta? Fæðingarbréfin, af börnunum, fæðingarvottorð, af stelpunum. Og svo sendum við inn, launaseðlana okkar og allt skattmál, bara allt sem við gátum sendt og kærum þetta. Við vitum ekkert hvernig við fáum svar við því, það ekki neitt komið. Þetta var bara föstudaginn í síðustu viku. Þannig að það núna þriðjudagur og við vonum að gerist eitthvað. Eina sem við erum búin að fá að heyra er að ég fæ fæðingarstyrki minn, við erum búin að fá það samþykkt. Ronja fæ sinn mjög líklega samþykkt. En eins og ég segi, þetta er brot af því að sem venjulegur móðir myndi fá í fæðingarorlof. Allar þið konur sem eru að horfa á þetta, þið myndi fá miklu meira en þetta þegar þið farið í fæðingarorlof. Ég vona bara fyrir ykkur að það virkar og það verður ekki vesen. En Jesús minn, hvað erum bara að fá mörg komment af mömmum sem að lenda bara í mjög svipaðri stöðu og verra, miklu verra, búin að heyra miklu verri stöðu. Við erum alls ekki í verstu stöðu í heimi. Það er líka búin að koma komment að hvort að við erum með svona styrtar bankareikninga eitthvað svona sem fólk getur millfært á. Það er bara ótrúlega fallegt að fólk vilji gera það, en við ákveðum að við ætlum ekki alveg að gera eitthvað svoleiðis strax, því við erum alveg, þetta gæti alveg gerst eitthvað í þessu, þessi kæra gæti virkað og Ronna gæti alveg fengið fæðingarorlof sitt, þannig að eins og staðan er þá ætlum við bara að bíða og gera allt sem við getum. Við erum búin að tala við það er þetta einn þingmaður, ég ætla að spila klippuna úr bylgjunni núna. Þetta er svo viðtal sem var að gerast bara áðan, bara fyrir nokkrum klukkutímum, að það er ykkur ráðherra að skoða máli okkar sem er frábært, þannig að hlustið á þetta. Í fréttum Sýnar í gær var rætt við nýbaka foreldra, Ronju Rán Palladóttur og Friðrik Rúnar Friðriksson, sem að standa í stappi við kerfið og þessi fréttuð vakið mikla athygli og reiði sér maður hansi við það. Já, þannig að hún fætti fyrir tíman. Já. Það var tekið með barn og tekið með keisaraskurði. Einmitt, og þau hafa kært ákvörðun Vinnumálastofnunar sem að synjaði móðurinn fæðingarorlof. Móðurinn uppfyllt ekki lengur kröfur greiðslur úr fæðingarorlofssjóði eftir að hafa gengist undir bráða keisara. Já. 6 vikum fyrir settan dag. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að hún ræður ekki við. Nei. Þetta er bara náttúran. Já, og Ragnar Þór Ingólfsson, félagsmálaráðherra, er á línu, kom til sæll. Já, komið sælir. Vinnumálastofnun heyrir undir þig. Þú ert aðeins búin að fylgjast með þessu máli. Hver eru þín viðbrögð? Mín viðbrögð er auðvitað þau að þetta er auðvitað mjög ósanngjarnt. Svona ef ég bara byrja að taka undir þá gagnrýni á kerfið og það sem búið er að gera þetta, kæra þennan úrskurð Vinnumálastofnunar til úrskurðarnefndar velferðarmála. Og það er svona bara þessi ferill, kannski svona almennt sér gallinn við kerfin okkar er auðvitað sá að það eru bara ákveðin skilyrði inn í kerfin, eins og almannatryggingakerfið og bara öll okkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að, eins og þessu, sem að eru auðvitað mjög ósanngjarn en eru kannski ekki tekið sérstaklega á þeim. Það sem við erum hins vegar að gera núna að strax í morgun að þá bað ég að láta skoða þetta bara inn í ráðuneyti hvað það væri sem hvort að við gætum eitthvað gert til þess að bregðast við þessu í framhaldi. Þó ég óttist nú og reikna með að til þurfi lagabreytingu við ætlum að gera einhverja breytingar bara vegna eðli bara kerfan okkar og hvernig kerfin virka. Við höfum verið að gera fjölmargar breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Núna áramótin hækkaði hámarksgreiðsla til foreldra úr fæðingarorlofssjóði úr 800 í 900.000. Við hækkuðum fæðingarstyrkin líka, þó hann sé ennþá rauninni mjög lágur.
Við gerum breytingar á kerfinu gagnvart fjölburaforeldrum eins og í þeirra tilfelli að fjölburaforeldrar fá 3 mánuði aukalega í fæðingarorlof með sem sagt hverju auka barni. Það var mjög jákvæð breyting og sömuleiðis líka varðandi veikindi foreldra á meðgöngu að þau fá 2 mánuði aukalega og svo framvegis. Við höfum verið að gera mjög mikla breytingar á þessu kerfi sem hafa komið fram að mig minnir í 3 frumvörpum síðastu frá því við tókum við sömuleiðis varðandi sorgarleyfi og ýmislegt annað. En það verðist alltaf vera í þessum kerfum okkar að það kom upp svona álitamál þegar verða svona frávik og það eina sem við getum gert í stöðunni bara að skoða málið og rýna vel og ef við getum ekki brugðist við því með reglugerðarbreytingum og þá eftir atvikum leggjum við fram breytingar og lögum fyrir næsta þing. En þarf kerfið að vera svona stíft og kalt? Já, þetta bara í sjálfu sér kerfi sem hefur byggst upp í áratugi og þarna eru bara ákveðin vikmörk, alveg eins og bara með frítekjumörk í almannatryggingakerfinu. Það er engin sveigjanleiki í kerfinu. Þú þarft að, ef þú ætlar að komast inn í fæðingarorlofskerfið, þá þarftu að hafa verið með ákveðið starfshlutfall, en í þeirra tilfelli þetta mjög ósanngjarnt þegar þau fara þarna í lífsnauðsynlega bráða aðgerð sem að í sjálfu sér breytir þeirra stöðu og ég held að það hafi nú ekki verið reikna kannski með akkúrat þessari stöðu að þessi staða gæti teiknast upp mögulega þegar að verið var að smíða lagagrunnin utan kerfið og það auðvitað eitthvað sem er bara mjög ósanngjarnt og ég ætla mér að skoða. En þyrfti að miða við settan dag? Þyrfti það að vera bara stýrt í lögunum? Já, við vorum til dæmis að breyta varðandi, gera lagabreytingum fæðingarorlofs núna að það sem að allar breytingar á kerfinu til aukina réttinda hafa verið miðuð við fæðingardag barns. Þannig að þeir sem eru í fæðingarorlofi nutu ekki þeirra til dæmis aukningu réttinda eins og til dæmis þegar hámarkið var aukið núna áramótin og svo framvegis. Þannig að við gerðum lagabreytingu þar að allir sem eru í fæðingarorlofi njóta allra breytinga til eins betra í kerfinu óháð fæðingardegi barns. Þetta var mjög mikið sanngirnismál sem að við náðum svo að koma í gegnum þingið. Það breytingar sem þyrfti að gera til þess að taka utan þessa foreldra eitthvað sem við þurfum bara að skoða og ég hef kannski ekki alveg nákvæmlega svarið eða tillögun á reiðum höndum en ég algjörlega sammála því að þetta hróplega ósanngjarnt og ég ætla mér að skoða þetta. Já, staða þeirra þess að þannig hún bara eins í dag en þú talar lagabreytingu í haust. Þurfa þau að bíða eftir lagabreytingunni eða verður gerð eitthvað svona forvarnar aðstóð áður en að lagabreytingin kemur eða? Já, nú málið þeirra í kæruferli og komið til kærunefndar velferðarmála. Ég get ekki fullyrt á þessu stigi að það komi lagafrumvarp í haust en við þurfum að skoða hvort það þurfa að koma til einhverja lagabreytinga eða hvað við getum gert til þess að eins og við erum alltaf að gera löggjafinn og öll svo vinna sem fer fram á þinginu, sérstaklega í mínu ráðuneyti, fer í að stoppa í alls konar glufur og gött og taka utan alls konar frávik sem verður í kerfinu, sem að voru kannski ekki fyrir sér þegar lögin voru sett. En ég tek algjörlega undir þá gagnrýni á kerfið að þetta þetta óbúslega ósanngjarnt og við munum bara, og málið komið í skoðun í ráðuneytinu og við munum reyna að finna leiði til þess að bregðast við vegna þess að þetta er ekki sanngjarnt. Nei. Það er náttúrulega ömurlegt að þessi nýbökuðu foreldrar þurfi að vera með þessar áhyggjur núna á þessum gleði tíma. Já, að berjast við kerfið. Þegar eiga að vera að fagna fæðingu dætra sinna. Ég bara algjörlega sammála því og tek algjörlega undir þetta að þetta mikið bakslag og
og ég tek það alvarlega og eins og ég segi, það eina sem ég get svarað á þessu stigi að málið nú þegar komið í skoðun í ráðuneytinu og við erum að sjá rauninni bara hvað við getum gert til þess að grípa þennan hóp eða þessa foreldra. Hvað við getum gert get ég ekki svarað þessari stundu en við erum í það minnsta tökum málið mjög alvarlega, tökum undir þessa gagnrýni og erum að skoða málið. Ráðherra kominn í málið. Ráðherra kominn í málið. Ragnar Þór Ingólfsson, félagsmálaráðherra, kæra þakki fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Þannig að takk hérlega fyrir Ragnar Þór Ingólfsson sem er félags- og húsnæðismálaráðherra. Bara vonandi gerist eitthvað í þessu. Við erum bara með rosalega háar vonir og við höldum bara áfram að vera jákvæð og svona. En já, þetta búin að vera upplifun okkar síðustu daga. Við erum að vona að gerist eitthvað í þessu. En ástæðan ég kom með pottið aftur bara, ég hef bara langað að gera í svolítið mikið tíma. Núna ég komin á stað í lífinu sem ég orðinn foreldri. Ég 2 barna faðir. Lífið mitt miklu öðru sinni heldur en það var fyrir nokkrum árum þegar ég flutti hana til Grikklands og byrjaði með pottið á ensku og fór rosalega viral hérna á TikTok á þeim tíma. Það var svakalegt sko. Það var tímabúntur sem ég var að posta endalaust á TikTok í Grikklandi og var með 20 milljón áhorf á mánuði, skilur. Það var svaka að fyndi hvað gerist fljótlega. Og ég bjó í Grikklandi hérna frá febrúar til desember 2022. Og ég kom heim hérna og þetta var æðislega upplifun. Og svo árunni seinna, 2003, þá flytti ég til Portugal, Lisbon, Portugal. Bara í sömu vinnu, basically, hérna hjá Teleperformance. Ég undir svona non-disclosure agreement, en þeir eru ekkert að bara gera neitt ef þetta á íslensku, sko, það ekkert mál. En ég vann sér þetta hjá Teleperformance, sem bara svona, hvað maður að segja, communications fyrirtæki, þetta bara, hvað maður að kalla það, svona símavinna, skilur, þú ert bara á skrifstofu að tala í síman og það eru fucking 100.000 starfsmenn í þessu fyrirtæki, þetta er ruggstórt fyrirtæki. En sem sagt, þegar ég fyrir til Grikklands, þá var það þannig að ég var bara á klóstrinu, var bara á Instagram á skóla. Það kemur auglýsing fyrir þessa vinnu sem var sem sagt Teleperformance og þau voru að leita af Icelandic speakers og x mikið peningur. Launin voru basically svona, þau flytja út til Grikklands. Fekk held ég 2.000 evrur eða 2.500 evrur bara strax í eitthvað bónus sem alveg mikið, ég held að sé alveg 400.000 eitthvað nálægt því. Og svo eru launin, ef ég maður rétt, 1.600 evrur á mánuði sem voru lítið, það er kannski 200.000, kannski aðeins undir því. Það var nóg fyrir leiguna mína, það var nóg fyrir mat og svona, það var bara allt í góðu sko. Þannig að ég lifði alveg frekar vel að núti og þú veist, auðvitað var ég ekki að kaupa Gucci föt og eitthvað svona, en ég gætt borga leiguna, ég gætt borga mat, ég gætt farið út á ströndina með vinum mínum, ég gætt farið í Tivoli, ég fór í bíó endalaust, eitt sem ég elskaði við Grikkland og Portugal IMAX bíó. Ég fucking elska bíó og ég hefði aldrei upplifað IMAX bíó fyrir ég flutti hana. En ég að svara konuna. En þetta var svakalegt sko, ég elskaði Grikkland, en það var líka alveg mjög erfitt að búa hana sko. Þetta klárlega óþægilegri borg, þess að Athens í Grikklandi, heldur en Lisbon í Portugal. Þetta meðlega ekki eins öruggum þar sko þannig í Grikklandi, en náttúrun svo frábærlega flott og að fara á eyjur, þú veist, að kíkja á bát og fara á eyjur, kostaði voða lítið, það var, þú veist, algjörlega einstök upplifun. Ég bara myndi alltaf gera aftur, ef ég þurfti að snúa tímanum við, þá myndi ég alltaf segja já við þessu. Það var alveg erfitt að flytja frá Íslandi og öll vinum og svona og selja dótið manns og bara alveg breyta öllu, en það var þess virði. Svo kem ég heiman í desember og ég byrja bara aftur að vinna, flytt í íbúðina aftur sem ég var í, á Sögugötunni í Keflavík, sem poddið var tekið upp, hvað tók ég upp 90 þætti eða eitthvað. Ég fekk fullt af fólki heim til mér viðtal sem svo skrítið að hugsa. Ég bjó í 25 fermetra íbúð og bauð fullt af fólki heim til mér í hverju viku bara í viðtal, bara við vorum í viðtal hérna og rúmið mitt bara hérna við hliðina. Það var gett sérstætt sko, já, skemmtileg upplifun. En svo 2003 þá bara gerist það svipa, ég bara skoða á netinu, en nei, ég held að ég fæ bara svona recruiter að senda á mig, bara hei, viltu fá svona vinnu í Portugal, ég veit þú varst í Greiklandi, og þar launin
aðeins minni ef maður rétt, ég held að sé bara 1300 €. Og það var bara allt í góðu í Portugal. Ég byrjaði fyrirtæki mitt í Grikklandi, Consistent Media, ég geti ítt á linkinu í description. Þetta er content agency, þetta byrjaði bara sem klippu fyrirtæki, en við erum búin að vera að klippa Reels, TikToks, YouTube efni, YouTube myndbönd, kennslu efni, auglýsingar á Facebook, alls konar svoleiðis og núna er það líka orðið bara hálfgerð svona auglýsingastofa. Við hefum hjálpað alls konar fyrirtækjum í Bandaríkjunum með að auglýsa fullt á Facebook, sömu fyrirtækjum í Íslandi, en ég vinn mestalagi með aðilum á Íslandi, svona fitness-þjálfurum, shoutout á Ísak, Prime Fitness, og svo líka íslenskum content creators. Við erum með íslenskan kennara sem kennir sér satt mikið af erlendu fólki í íslensku. Hann er frábær, Speak Viking, ég skal setja channel hans í description, það er frábær channel. Þannig að ég byrjaði það í Greiklandi, það var svona markmið líka þegar ég flutti til Greiklands, mér langaði að nýta þennan tíma í að loksins byrja fyrirtæki, og þetta var svona þannig að það er svo mikið orka sem þú situr í að byrja eitthvað, svo þú byrjar þá hefur alveg getað gert það fyrir löngu síðan. Að byrja fyrirtæki tekur enga stund og það kostar ekki það mikið. Ég er með samlagningsfélag, SLF, kostar held ég 90.000, bara stoppfé, lítið, og þá ertu bara komin. Þú ert komin kennitölu, þú ert komin með SLF, þú ert komin bankareikning, það tekur lítinn tíma að gera það, en svo bara þarfst að hafa pening inn í hverju mánuði, það er alltaf annar máli. En ég flytti til Portugal og held áfram með fyrirtækið mitt, og í Greiklandi vann ég fyrir Teleperformance en var í YouTube teiminu, þannig að ég var bara heima, vinna frá heima, bara með headset og var bara að svara kvörtunum frá Íslendingum fyrir YouTube. En ég hefur örugglega talað með áður einhverjum þættum að það var lengra kvartan, það er svo fyndið, þessi vinna var svo rosalega pointless, maður klokkaði inn klukkan 9 morgunin eða 8 og svo var enga kvartanir, þannig að þú gerðir ekki neitt. Þú bara klokkar inn, cool, ok, ég ætla að fara að fá mér að borða, fara að vinna í fyrirtækinu eða eitthvað. Og svo ef það gerist eitthvað þá náttúrulega bara settur þú heyrnartólin á og talar í símann. Og það var svipað í Portugal, það var voða sjaldan eitthvað að gera. Maður lokkaði inn, maður gerði kannski klukkutíma vinna á dag, eitthvað svoleiðis, var inn á einhverjum fundum og svo bara mestmegnis á deginum varstu bara að gera eitthvað annað. Sem var ótrúlega svona freeing upplifun að fá borga til að vinna frá heiman. Og í Portugal var það þannig að ég fekk bara íbúð, þannig að ég var með eitthvað 1300 € á mánuði og fría íbúð sem var bara frábær. Ég var með 3 roommates, nema þetta var bara þannig að fólk fluttu út og aftur inn og svona, ég bjó með svona 10 manns eða eitthvað í heild og það var rosalega fín íbúð. Ég var með mjög stórt herbergi, ég var með flott stóra glugga og góð stofa, eldur svo fínt, og ég var með sér baðherbergi, allt svona lítið dót var mikilvægt, og ég bjóð þar alveg í 2 ár, sem er svakalegt. Þannig ég kom heim í það í fyrra, 2005, í apríl, minnum mig, og þar kynntist ég Ronja. Nú er ég 2 barna fær, þannig nú erum við komin saman. Ég veit að það fyndi hvað margir hafa sagt mér að við sakna poddi. Þetta var ekkit huge podcast endilega, en ég getur stoltur af því að þetta podcast, Poddi með Frikka, er með mestu áhorf á samfélagsmiðlum. Allar klippuna sem við gerum fyrir þetta podcast er með meira áhorf en öllur hinn íslensk podcastin. Þannig að ég getur rosalega stoltur af því. Það er yfir eitthvað 2,5 miljón áhorf á þessum klippum sem ég gerði fyrir podcast sem var 100 klippur. Það er rosalega gaman. En nú er ég byrjar aftur, ég veit ekki hvernig þetta verður, ég ætla bara að gera þætti eins oft og ég næ. Ég mun fá viðtöl við fólk ykkur tíman, en alveg núna er svona nokkru fjölskyldumeðlimir sem langar að fá viðtal, og Ronja kemur í poddið auðvitað, henni langar það, hún er til í það, þannig að það verður fjör. En það er please bara tjekkja á fléttunum sem er í description ef vilja skoða þetta betur. Vonandi gerist eitthvað í þessu fæðingarorlofsmáli, en við vitum ekki. Við vonum það besta, og bara takk kærlega fyrir að hlusta. Ítt á follow á Spotify, subscribe á YouTube og deila þessu. Þetta er rosalega mikilvægt að deila þessu. Það er best sem við getum gert. Þannig að takk fyrir að hlusta. Við sjáumst í næsta þætti.